Ég ætla að tala til okkur í dag og mér langar til þess að fá alla minn til þess að koma og biðja fyrir því orði sem er talað og fyrir hjörtum okkar. Það er svo mikilvægt vinir að biðja og opna hjartasett fyrir því sem að Guð vil gera. Þannig hérna kemur allir minn glaður og ánægður með að fá að biðja. Amen. Amen. Já, Guð er svo sannarlega góður við okkur. Amen. Og það er gott að vita í þessum öldusjó sem við erum í, sem samfélag, að við stöndum á kletti sem bifast ekki. Og það er ekkit óeðlilegt að vera kvíðinn og allt það, finna fyrir ákveðinni ótta eða út af óvissu. En Guð er sá sem leiður okkur í gegn, hann er kletturinn sem við byggjum líf okkar á og það er gott að geta hvílt í því. Hann mun ekki bregðast. Amen. Þannig að við skulum biðja. Jesús minn, ég þakka þér fyrir þá náð að þú ert svo sannarlega góður Guð. Ég þakka þér fyrir þá náð að við fáum að koma hér saman í hús þitt og það sem fólk er heima að horfa og mun segja hlusta á Spotify og horfa á YouTube og hvar sem fólk er og hvað sem fólk er að gera. Þá ert þú að mæta okkur á þeim stað sem við erum á. Þú mætir okkur á anda, sál og líkama. Þú talar inn í hjörtum okkar. Þú leiðir eftir hugsanir okkar. Þú gefur okkur styrk. Þú hjálpar okkur að festa rætur okkar í þér, drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir það að þú ert alltaf trúfastur og alltaf góður, Jesús. Ég legg okkur öll í þína hendur og ég legg Sibbi í þína hendur þegar hún talar orð þitt. Megi orð þitt veit okkur kraft og styrk og djörfung til að ganga fram í þér, heilagi Faðir. Og horfa ekki til beggja hliða, heldur horfa beint áfram, Jesús, því þú fer alltaf áfram. Halleluja. Það er engin bakkir, það er engin stöðnun, heldur ert þú alltaf að fara áfram og plæja veginn fyrir okkur, Jesús. Ég þakka þér fyrir orð þitt til lampi fóta minn og ljós og vegi mínum. Að ég get hallað mér í þér og treyst á þig, drottinn minn, og treyst því að fyrir heiti þín er já og amen. Ég treysti því að þú munt vel fyrir sjá. Ég treysti því að það sem er framundan er alltaf betra heldur en þaðan sem við komum, Jesús. Ég bið drottinn minn fyrir Sibbi, ég bið að blessa hana og smyrja varir hennar og þess að orðið sem mun vera að tala hér út er okkur til uppörfunar og blessunar. Ég legg okkur svo sannarlega í þína hendur, ég legg hús þitt í þínar hendur, Smárikirkju í þína hendur, þjóð okkar í þína hendur og við munum á öllum okkar vegum að gefa þér alla lofgjörð, dýrð og heiður í Jesú nafni. Amen. Takk allir minn. Mér langar til þess að fara með ykkur í dag í Mattheus. Þetta er svona orð sem er búið svona að vera að brjótast í hjarta mínu út af því að ég tel að þetta orð sem að Guð hefur sett á hjarta mitt eigi erindi til okkar allra. Og mér langar til þess að lesa í Mattheus 10 í 12. kafla og það stendur svo, vers 11. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist á fyrir hver þar sé verðugur, að þar sé aðsetur yðar, uns þér leggið upp að nýju. Þegar þið komið í hús, þá árnið því góðs, og sé það verðugt, skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt, skal friður yðar aftur hverfa til yðar. Og takið einhver ekki við yður, né hlýða á orð ykkar. Farið það út úr húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. Amen. Takk, Jesús. Þegar þarna er komið við sögu, þá er þetta Jesú að kenna lærisveinunum sínum hvernig þeir þurfa að hafa stað eftir að hann er farin frá þeim og þegar þeir fara sjálfir stíga út á það sem að Guð hefur kallað þá til og gera vilja Guðs. Mér finnst mjög athyglisvert sem að kemur fram í þessum versum og þarna er Jesús að brýna lærisveinana hvernig þeir eiga að höndla þegar fólk tekur ekki við því sem að þeir hafa að segja. Og hann talar þennan frið, að við að fara inn í hús fólks með frið. Nú ef að fólk tekur ekki við friðnum eða það er ófriður á svæðinu, þá er svo mikilvægt að við tökum aftur okkar frið tilbaka. Og þetta er gríðarlega mikilvægt í lífinu. Og mjög margir
á göngunni gegnum lífið, á göngunni með Guði, týna frið sínum. Eitthvað gerist og allt í henni friðurinn úti. Og ef að þú átt ekki frið í hjartanu og þú kannski lítur tilbaka og finnur að friðurinn horfinn, þá ofboðslega mikilvægt fyrir þig að ná í friðinn tilbaka. Og getur verið í dag að við höfum mist friðinn einhvers staðar. Einhvers staðar á leiðinni höfum við tapað friðinum. Friðinn sem aðeins Guð getur gefið og vill gefa okkur. Og ef svo vinir, þá komið tími til að ná friðinum tilbaka. Eitt af þeim orðum sem að við getum sagt Guð að hann kærleikur. Hann líka fyrirgefning. Heilagur andi kallaður hjálpari. Hann hjálparinn okkar. Og það orð sem að skilgreinir Guð og hvað Guð vill gera í okkar lífi. Hann vill vera okkar hjálpari. Hann vill aðstoða okkur. Hann vill ganga með okkur og kenna okkur. Og við erum sköpuð í hans mynd. Þannig að eðli málsins samkvæmt að þá element í okkur sem að þráir að hjálpa öðrum. Við viljum hjálpa öðru fólki. Og Guð hefur sett þetta í okkur til þess einmitt að vitnisburður okkar og okkar líf sé blessun ekki bara fyrir okkur, ekki bara fyrir fjölskyldun okkar, heldur fyrir samferðafólk okkar líka. Við erum öll kölluð til að hjálpa. En þetta snýst ekki bara köllun til að hjálpa. Og það það sem þessi vers tala svo skýrt Þetta tala líka opnun. Það svo mikilvægt að þegar við erum að hjálpa, eða rétt að hjálpa hönd, að það sé gert þegar opnun að ræða. Þegar fólk tekur við hjálpinni, það að segja. Í opinberun Jóhannesar stendur í 3. kafla í 20. versi: Ég stend við dyrnar og ég kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum og hann með mér, stendur í opinberunarbókinni. Lykilatriði í þessu versi að ef við heyrum raustu drottins, það ekki nóg að heyra. Við verðum að ljúka upp hurðinni. Við verðum að opna dyrnar fyrir það sem að Guð ætlar að gera í okkar lífi. Hann mun ekki koma inn og neita kvöldverðar með okkur nema við opnum hurðina og hleypum honum inn. Ég man þegar ég var að byrja sem forstöðumaður, þá tók ég alveg ofboðslega nærri mér. Þegar ég var að reyna að hjálpa fólki, fólk kannski bað aðstoð mína og ég var að reyna að hjálpa því. Og ég var að reyna að gefa þeim visku og annað slíkt inn í aðstæður sem ég vissi að það átti erfitt með. En það tók ekki á móti. Það tók ekki á móti því sem ég kannski hafði að segja og ég sá möguleikana með líf viðkomandi. Ég hugsaði, vá, ef hann bara myndi fara eftir þessum ráðleggingum, vá, hvað lífið hans yrði allt öðruvísi. En það ekkert allir sem að taka við ráðleggingum. Það ekkert allir sem að opna sig fyrir þeim ráðleggingum, jafnvel þótti viti að þeir þurfa að hjálpa að halda. Og ég fór að hugsa með sjálf mér, kannski Sibba, þú ekki kölluð í þetta hlutverk? Kannski það bara þannig að þú átt bara að vera að gera eitthvað annað, setja orkunni í eitthvað annað. Og kannski að vissu leyti var það rétt. En ég samt kölluð til þess að hjálpa fólki. Ég samt kölluð til þess að hafa áhrif á líf viðkomandi. Og þarna þurfti ég, og þarna þurfum við öll, að hrista af okkur dustið og halda áfram, ekki satt. Má ég heyra amen? Takk, Jesús. Svarið nefnilega einmitt í þessum versum. Lærisveinarnir höfðu gengið með Jesú og Jesú var að gefa þeim, hann var að gefa þeim vald til þess að fara út. Hann gaf þeim tilgang. Hann gaf þeim líka áætlun hvernig þeir átt að fara út. Hann sagði, farið 2 og 2, gerið þetta saman.
En hann gaf þeim líka sjónarhorn á það hvernig þeir áttu að bregðast við ef fólk tók ekki á móti. Og vinir, það gríðarlega mikilvægt sjónarhorn að hafa gagnvart öllum aðstæðum í lífinu. Hvað gerum við þegar fólk tekur ekki á móti? Hann sagði við þá, þeir eru eins og lömb á meðal úlfa. Stundum gerist það í lífinu að við erum bitin af fólki sem við erum actually að reyna að hjálpa. Og það getur truflað okkur mjög þegar við erum bitin af fólki sem að okkur finnst við ekki eiga að vera skilin að vera bitin af. En hvað gerum við þá? Hvað gerum við þá? Við þekkjum þetta, við eigum úlinga. Þeir hafa svona valkvæða hlustun. Þeir hlusta stundum. Ég man að pappa og mamma voru með svona merki á ískápnum í gamla daga, better ask your teenagers now while they still know everything. Og það mikill sannleikur í því. Þeir hlusta ekkert endilega á foreldra sína. Allt það sem kemur frá vinum til að mynda eða samfélagsmiðlunum skiptir meira máli. Við þekkjum þetta með úlinga. Við þekkjum þetta líka með maka. Þeir hafa líka stundum valkvæða hugsun. Hlustun, ætla ég að segja. Ég veit ekki hversu oft ég var búin að benda alla á það væri ekki sniðugt að borða á kvöldin. Svo las allir eitthvað tíman einhverja grein það að það væri ekki sniðugt að borða á kvöldin. Og hann kemur heim og sagði bara, Sibba, ég var að lesa þessa frábæru grein. Ég er með mikrofónin alveg, þannig að, og þá allt í einu var þetta honum ljóst að þetta var kannski ekkit endilega neitt rosalega sniðugt. Ákveðat þarna hafði ég ekki í rauninni neitt að segja gagnvart þessu málin í líf alla. En það þýðir ekki fyrir mig, vinir, og þetta snýst það. Það þýðir ekki fyrir mig að vera móðguð. Stundum opnun og stundum ekki. Við þekkjum þetta með vini. Við þekkjum þetta með vini. Við vitum að þau eru kannski að taka rangar ákvarðanir, eru í erfiðum aðstæðum. Og við viljum hjálpa og viljum hvetja fólk til að taka rétta ákvörðun. Og það gerir það ekki. Hvernig snúum við okkur í því? En Jesú gefur bestu mögulegu ráðin í slíkum tilvikum. Hann segir, ef húsin eru ekki í frið, skaltu taka þinn frið, fara út úr húsinu og halda áfram. Það svo mikilvægt að taka frið sinn tilbaka. Margir til dæmis núna hafa mist frið sinn bara hreinlega í febrúar, rétt fyrir COVID. Leið og COVID kom, þá fór friðurinn út. Vinir, við þurfum að taka friðin okkar tilbaka. Það þýðir ekki að láta COVID stjórna því hvort að við erum með frið eða ekki. Við treystum Guði og hann stærri en allar þessar kringumstæður. Það bara þannig. Við þurfum að ná friðnum tilbaka. Einhver hér sem að hlusta á mál mitt hefur kannski mist friðin í síðasta sambandi. Eða gagnvart vinnu sem að viðkomandi misti og hann leiður yfir. Og það eðlilegt að upplifa leiða eða kvíða í aðstæðum sem eru nýjar. En vinir, ef við höfum mist friðin, þá þurfum við að fara tilbaka og ná friðinum aftur. Og við þurfum að hrista af okkur rykið og við þurfum að halda áfram. Hvað þýðir þetta með rykið? Hann kennir þeim að dusta rykið af sér. Ryk tákmynd upp á óhreinindi. Og áður en þú verð á nýjan stað, þá svo mikilvægt, vinir, að við dílum við óhreinindi af gamla staðnum. Ég hef stundu verið með fólk í viðtölum hjá mér sem hefur jafnvel verið gift og lent einmitt á einhverjum erfiðum stað og hefur þurft að taka það ákvörðun að skilja við maka sinn. Áður ferði nýtt samband svo mikilvægt að þú dustir rykið af þér til þess að þú getur verið heill í því sambandi sem þú ert að ganga inn í. Þannig að dusta rykið af sér svo mikilvægt í öllu samhengi lífsins. Þannig að við tökum lektíuna en ekki pakkan sem að fylgir með.
Það er því okkar val, vinir, þegar við göngum í gegnum lífið, hvort við látum rykið festast á okkur. Það er ekkert óeðlilegt við það að fara í gegnum erfiða kringumstæður lífsins og upplifa reiði eða vonbrigði eða eins og Alli sagði áðan kvíða. Viti ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. En vinir, þegar við látum reiði, kvíða og aðrar þessar neikvæðu vondu tilfinningar festa rætur í hjarta okkar, þá eru við í ofboðslega vondum málum. Og það sem gerist í kjölfarið er það smitast inn í alla afkimi okkar lífs. Og það er ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Má ég heyra amen. Þannig að tökum friðinn tilbaka. Það sem að Jesú var að segja, dílaðu við það sem að þú er búin að fara í gegnum. Ekki láta það setjast á þig, ekki láta það íþyngja þér. Heldur leyfðu þeim frið sem hann hefur gefið. Leyfðu því að takta hann aftur til þín. Leyfðu frið Guðs að vera hlutskiptið þitt. Haltu áfram. Farðu út, hristu af þér rykið og haltu göngu þína áfram. Jesú var líka að kenna lærisveinum sínum að taka ekki hlutunum persónulega. Það er líka svo mikilvægt eins og fyrir mig. Og það var leksía sem ég þurfti að læra einmitt því ég var að taka fólki í viðtölu og annað slík, að taka hlutunum ekki persónulega. Að láta ekki setjast á mig ef að fólk valdi aðra leið. Og vinir, það er bara vist mikið sem við getum gert. Við getum bent í áttina Jesú. Við getum reynt að vera fyrirmynd fyrir aðra. En að lokum þá er það einstaklingurinn sjálfur sem að tekur ákvörðun hvert líf hans fer. Og við þurfum að læra að sleppa tökunum á fólki og leyfa fólki að taka ákvörðun sem að það þarf að taka. Að yfirgefa svæðið eins og hann benti lærisveinum á að gera þýðir ekki það að viðkomandi eigi ekki skilið að fá þá blessun frá Guði sem hann vill fá eða þarf að fá. Það hefur ekkert með það að gera. Það hefur miklu meira með það að gera að það er kannski ekki okkar hlutverk til þess að vera þessi rödd inn í líf viðkomandi. Og það er annað sem að við þurfum að læra á göngunum með Guði. Það er að treysta Guði fyrir öllu fólki sem er í kringum okkur. Treysta Guði fyrir maka okkar. Treysta Guði fyrir börnunum okkar. Fyrir vinum okkar. Fyrir samferðafólkinu okkar í kirkjunni. Fyrir öllum þeim sem að við erum í kringum. Að treysta Guði. Og ef það er ekki opnun, þá er það ekki opnun. Og þá þurfum að dusta rykið á okkur og halda áfram. Samkvæmt minni reynslu, þá eru nokkur atriði sem að vert er að hafa í huga þegar við erum að hjálpa fólki til betri vegar. Það er ekki hægt að hjálpa fólki sem telur sig ekki þurfa að hjálpa halda. Og það getur stundu verið erfitt. Þegar þú sérð að fólk þarf á aðstoð að halda, það þarf að taka betri ákvarðanir fyrir líf sitt, en það sér ekkert aðtortið. Vinni, þá þurfum við að hrista rykið af og halda áfram. Í öðru lagi, þú getur ekki hjálpa fólki sem veit að það þarf að hjálpa halda, en vill það samt ekki. Og hvað meina ég með því? Sumt fólk er húgt á sjúklegu ástandi. Það velur að vera í óeðlilegu ástandi í lífi sínu. Og þetta er með mjög hugleikið út af ég þekki manneski sem er nákvæmlega í svona aðstæðum í dag. Fólk sem að kýsa vera í sjúklegum aðstæðum. Svona fólki er ekki hægt að aðstoða nema fólk taki aðstofan og taki við aðstofinni. Stundum vill fólk ekki aðstoð, jafnvel þótt að þurfa á aðstoð að halda. Þá þurfa að gera hvað? Standa upp, hrista rykið á okkur og halda áfram. Má ég heyra amen? Amen. Í þriðja lagi, það er oft ekki hægt að hjálpa fólki. Stundum getur þú ekki hjálpa fólki út af það er þú.
Við sjáum það til dæmis í lífi Jesú. Fólk í hans heimabæ átt erfitt með að taka við Jesú. Það hugsa býtu, er þetta ekki sonur Jósefs? Er þetta ekki smiðsonurinn? Það er með einhverja fyrirfram ákveðnar hugmyndir. Þegar svoleiðis þá er betra að taka upp sitt hafutask, hrista af sér rykið og halda áfram. Guð hefur einhvern annan til þess að hjálpa viðkomandi. Í 4. lagi, það er ekki hægt að hjálpa fólki sem vill ekki vinna vinnuna til að ná árangri. Aftur, það getur verið mjög erfitt að horfa á fólk sem að getur orðið alveg besta útgáfuna sjálfu sér að tekur rétt ákvörðun. En ef að fólk vill ekki vinnuna, þá er svo mikilvægt að við tökum aftur okkar frið og við látum það ekki trufla okkur, látum það ekki móðga okkur, við höldum áfram með líf okkar. Og það sem er líka mikilvægt, vinir, að fyrir öllu þessu fólki að við höldum áfram að biðja fyrir því. Að við höldum áfram að biðja að það komi lausnin í líf þeirra. Og við eigum að gera það vanandi allt fólk. En vinir, það er svo mikilvægt þegar fólk vill ekki aðstoða að halda að við biðjum fyrir viðkomandi. Að við sleppum tökunum og við segjum við Drottin, þetta er þitt verk. Og Drottin, ég legg þetta fólk í þínar hendur og ég bið þig að gera það sem að þú þarft að gera í lífi viðkomandi. Og þegar við gerum það, vinir, þá leysum við okkur sjálf undan móðgun, særindum, höfnun jafnvel. Í svona tilvikum þá er mjög auðvelt að upplifa höfnun. Þegar við réttum fram hjálparhönd og fólk vill ekki hjálparhöndina, en vinir, þá er svo mikilvægt að taka frið sinn tilbaka. Gera eins og það segir í versinu, taka friðinn tilbaka, fara út, hrista af okkur rykið og halda áfram, vinir. Og það sem ég hef upplifað í kristinni kirkju, og ég er búin að vera ofboðslega mikið að hugsa þetta undanfarið, það er þetta. Það er ákveðin móðgun sem hefur átt sér stað, særindi. Margir hafa byrjað jafnvel í kristulegu starfi og svo hefur eitthvað gerst. Það hefur eitthvað sagt eitthvað, það hefur eitthvað gert eitthvað, það hefur eitthvað trúnaðarbrot átt sér stað eða kannski fólk hafi fyrirfram ákveðnar hugmyndir hvernig hlutirnir átt að fara. Og í staðinn fyrir að hrista af sér rykið, það hefur fólk látið móðgun setja stað í hjarta sínu og allt í einu hefur það litað allt líf viðkomandi. Það er ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Vilji Guðs fyrir okkar líf er að við tökum friðinn tilbaka. Að við játum það að það er Guð sem er Guð. Það er enginn að fara að geta unnið verk Guðs í lífi fólks nema Guð. Og stundum er opnun, vinir. Stundum er opnun og við eigum að rétta hjálparhönd. En ef það er ekki opnun, þá þurfum við að taka friðinn okkar tilbaka, vinir. Við þurfum að taka friðinn okkar tilbaka og við þurfum að halda áfram göngunum með Guði. Og láta ekki móðgun, biturleika eða gremju vera hlutskipti okkar. Vinir, það er aðkallandi í dag að við sem kristi fólk, við tökum friðinn okkar tilbaka. Það sem er búið, það er búið. Nú er komin tími til þess að hrista af okkur rykið and move on. Má ég heyra amen. Þannig að mér langar til þess að biðja inn í líf mitt og inn í líf okkar allra, þeirra sem er að hlusta, að við gerum nákvæmlega þetta. Að við náum í frið okkar tilbaka. Og við uppgötum það að Guð er með stórkostlega áætlun fyrir framan okkur. Ekki fortíðinni, heldur fyrir framan okkur. Og nú er bara spurning, hvar er mitt hlutverk í þessari áætlun? Ég ætla að taka þátt í þessari áætlun sem að Guð hefur fyrir líf mitt. Ég ætla ekki bara að vera áhorfandi, ég ætla að vera hlutakandi. Og mér langar til þess að hvetja þig líka sem ert að horfa. Verð þú líka hlutakandi með því að standa upp, hrista af þér rykið og koma með. Má ég heyra með hann? Þannig að rísum á fætur og biðjum saman. Drottin, ég bara kem fram fyrir þig.
Ég þakka þér fyrir náð þína miskun og trúfesti. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú stærri en allar okkar kringumstæður. Þú stærri, Drottinn, en það sem við höfum gengið í gegnum, Drottinn minn, og ef við höfum mist friðinn einhvers staðar í gegnum lífsins ólgusjó og við höfum tapað þessum dýrmæta frið sem að þú gefur, Drottinn. Mættu við fá náð til þess að fara aftur á svæðið, aftur á staðinn og taka friðinn okkar tilbaka. Taka friðinn okkar tilbaka. Drottinn, það getur verið sambandslit, það getur verið ótti eða kvíði, það getur verið ástandi í COVID, það getur verið móðgun hvers konar. Það getur verið alls konar mál sem að fólk er að díla við, Drottinn. Ég bið að gefa þeim lausnin í, Drottinn, þessi mál. Ég bið að gefa frið, Drottinn Jesús, og ég bið að gefa lækningu. Og Drottinn, við komum fram fyrir þig, Drottinn, út af því að við vitum að þú stærri en allar okkar kringumstæður, Drottinn. Þú meiri og þú gefur örlátlega og átölulaust til allra þeirra að leita þín. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðinni sagði. Amen. Mér langar til þess að biðja bæn frelsis. Ef að þú ert að hlusta á mitt mál og þú þekkir ekki Jesú, og veist ekki hver hann þá langar mig að segja að Jesú minn allra besti vinur. Það enginn sem hann. Og hann þráir að koma inn í líf þitt og vera Drottinn þinn og frelsari. Og eina sem að þú þarft að gera, samkvæmt orðinu, að trú í hjartanu og játa með vörunum. Að Jesús Drottinn, þá myndi hólpin verða. Þetta svo ótrúlega einfalt. Og bænin, þetta bara einföld bæn, og mér langar til að biðja að biðja bænina eftir mér, og bænin svona. Kæri Jesús, ég bið að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég bið að hreinsa mig að sér hverju synd. Ég bið að fylla mig af heilugum anda. Og viltu ganga með mér hvern einasta dag. Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég nú þitt barn. Í Jesú heila nafni. Amen og amen. Ef að þú ert að biðja þessa bæni í fyrsta skipti, endilega senda okkur post, látt okkur vita af þér. Alveg eins ef að þú ert að gangi í gegnum einhverja kringumstæður, þú vilt fyrirbæn eða annað slíkt, hafðu samband og við biðjum fyrir þér. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Í Jesú nafni. Amen.